Við erum velkomin í bíóbílinn. Fuck! Það er land sem við tókum síðasta þátt, ég held að maður ekki alveg hvenær en við fórum allavega á bakk þá. Núna fórum við á mynd sem heitir Pixels og er nýjasta kúadella Adam Sandlers. Já. Söguþráðurinn sá að árið 1982 eru send skilaboð til geiminn og skilaboðin eru svo að þetta eru bara upptökur frá einhverju tölvuleikjamóti. Og geimverurnar sem að fá skilaboðin halda það að þetta sé stríðsyfirlýsing á sig. Some alien life force has sent real-life video games to attack us. Þannig að þau gera sér tilbúin og gera árás á jörðina. Og við erum öll döðdæm því að Adam Sandler er svo einu sem getur bjargað okkur. Takk, Carl Sagan. I'm kidding. We are all gonna die. I'm just sorry. Já. Já. En Brian Cox var í, listanum, kryddlistanum, en ég kannski rugglum bara saman við annan. Það var auðvitað hershöfðinginn. Já, það var hann. Og svo Sean Bean líka, hann leik skoska hershöfðinginn. Leikstjórinn er Chris Columbus. Hann leikstýrði fyrstu tveimur Harry Potter myndunum og Home Alone og Mr. Outfire og eitthvað fleirum. Horfum við frekar á þær heldur þessa mynd. Já, í guðanabænum. Ekki gefa Adam Sandler peningana ykkar. Við gerum það, en... Við gefum það núna, en þú veist, Bara, ekki horfa á þessa mynd. Hvað? Ekki fara á þessa mynd! Við gætum klára bíóbílinn bara svona. Það er einu sem þú segir, ekki fara á þessa mynd! Ekki fara á þessa mynd. Það var svo skemmtilegt. Ef þið viljið sjá Mér finnst bara magna að þeir hafi, þú veist, að einhver mikilvægur maður hafi séð þetta handrit og hugsað, herðu, við setjum pening í þetta mun virka. Og þú veist, Ságauði var Adam Sandler. Ég held bara eftir að þetta fór í gegnum mennska marfætlu sem búin er til af Adam Sandler og vinum hans að þá fór þessi mynd bara onni súginn. Ass to ass! Já, Adam Sandler, hann sárvanta pening greinilega og líka Dan Aykroyd, því hann er hann að... Hann það að gefa Grown-ups 3, en ég held að einu ástæðum Dan Aykroyd var í þessum mynd, já, hann var í þessum mynd, því hann fekk að halda ræðu geimverur. Þannig að hann leikir hann sjálfur, ekki persónan, leikir hann sjálfur trúið því að geimverur séu til. Peter Dinklage, akkur ert í þessari mynd? Það er tvei leikar og kemur þú í þessari mynd! Þú ert alltaf góður fyrir svona. Það var mjög gaman að Sean Bean faðma Brian Cox samt. Bara þannig að við getum sannfært áhorfendur horfa ekki á þessa mynd. Eigum við að fara að punkta, taka til, punkta. Horfðu bara á þessa mynd og þú veist sjáðu eftir. Það var bara eina sem við getum sagt. Atriðin það sem hasa-atriðin var mjög góð. En inn á milli, þú veist, þetta er svona, svona myndir fyrir mig. Þetta er svona, flott hasa þetta er flott og pakkuna í eðlika pakkuna og svo kemur þú veist Adam Sandler svona, þetta er Adam Sandler mynd. Fuck. Já, þetta er Adam Sandler. Já, þetta er svona hálfbræðing af skemmtilegu svona hundavíkri mynd sem að nýtir þú veist alla þessar tölvuleikja karakter, þetta er svona minnudalur ekkert valf en svo kemur þú veist Adam Sandler parturinn og Kevin James og hann er eiginlega sjarmerandi. Þetta er mjög sorglegt af því að Adam Sandler, þú veist, hann á að vera þessi fyndin gæi hann en hann er bara sorglega ófyndin eða svona. Ég held að það sé bara hættur að reyna að vera fyndin og sko hann ætti að fara að taka sig meira á í dramatíkinni, hann getur alveg verið góð dramatískur leikari. Andlitið í það núna, hann er svo þreytulegur, hann er alltaf þreytulegur þegar hann segir brandarann. Þú veist, ég finn til með honum, hann var fast í þessu, þú veist, hann vill ekki vera hana. Nei. Hann fekk að, þú veist, á Haiti, þú veist, Grown-ups 3 Það magnað er að horfa á Peter Dinklage, það leit út eins og hann vildi vera. Já, hann var bara skemmt. Hann var bara að nýta hvert einasta augnablik til þess að vera svo mikill halvviti og hann gæti til. Ég er ekki eitt bandaríska heim, hvað er það að tala um? Ég er enskur. Ég er ekki enskur. Ég veit það ekki, mér er alveg sama eftir þessa mynd en... Það er ekki, þú veist, mögulegt en ég er farin að halda að sé kannski mögulegt að við hverja setningu í þessari mynd þá lækkaði greindavísitala mín örugglega, þannig að, Ég var með kjánarhöll bara út alla myndina í rauninni. Þú veist, einu skiptin eins og ég myndist á það sem ég var ekki með kjánarhöll, það var þegar, þú veist, þið skemmtilegu atriðin, hasa-atriðin, þú veist, þegar við vorum að berjast við tölvuleikjapersónurnar, þú
þú veist, var í gangi. En þú veist, alltaf þegar Adam Sandler reyna að vera sjarmerandi eða fyndinn, reyna við, þú veist, tveimur kvenkynspersónum sem skiptir máli í þessari mynd. Og hvað heitir félaginn hans hann, sem gleraugun hann, sem átt að vera ofurnördinn hann? Já, hann Lloyd eitthvað. Ég lati skafskaf. Hann öskraði svo oft upp úr þurru bara. Já, gaurinn sem að tala fyrir Ólaf í Frozen. Hann raskellur sjóliða í þessari mynd. Já. Nokka. Bara vildi, þú veist, oft á mörgum sinnum. Já. Vildi bara benda á það? Báða raskar þetta. Já. En þú veist, já, það var líka fyndin á tímapunktu. Hann var einu gaur sem var svona 50% fyndin í þessari mynd. Svo persónuleikinn af Josh Gad. Já. Það er gaurinn sem tala fyrir Ólaf. En svo Kevin James og King of Queens. Hann var forseti Bandaríkjanna. Í þessari mynd, já. Hann var forseti Bandaríkjanna. Sem maður engan veginn að trúa út í. Eiginlega svona og hann sýndi líka af hverju maður trúði þig ekki. Ein besta línan. Forseti Bandaríkjanna. Ég má ekki drekka, en bara segja ykkur frá því. Ég að tjökka þessa heilu flösku. En þú veist, Gluggandi. Líka ein besta línan sem mynd I love you, Mr. President, but you're my second favorite person. You just have to know, Obama's still my favorite. Já. Já. Og það var svartur einstaklingur, þú veist, þetta var svona, já. Þetta er mjög rasísk mynd líka. Já. Hún er bara mjög móðgandi fyrir alla markaðsópa. Hún á að vera mjög svona Þú borgar pening þess að vera móðgaður. Já, hún á að vera mjög svona nördavæn þessi mynd, en hún er bara móðgandi fyrir nörda og alla aðra líka. Ein línan í myndinni er eitthvað, ég er aumingi sem spila tölvuleiki að eilífu og það er það sem Adam Sandler segir, hann viðurkennir það að maður hatar hann í rauninni. Þessi mynd er að reyna að segja er að það er allt í lagi að vera aumingi sem er mjög góður í tölvuleikjum og kann ekkert annað, því þá getur þú bjargað heiminum og orðið forseti, og það er líka að ef þið langar einhvern tíma til að giftast tölvuleikjapersonu þá getur það og þú getur eignast börn með henni og já, það er mjög truflandi. Sem er ekki truflandi með henni, nei, það er mjög krútlegt að því þessi mynd segir það að hún sé krútleg, þannig að þessi mynd var gerð fyrir fullorðið börn. Bara þú veist, húmorinn í þessari mynd er mikið af svona Google Pissbrandar. Já, mikið af þeim. Það er ekki þessu góðum Google Pissbrandum, en ég er maður sem kann að meta góða, þú veist, Google Pissbrandar, en þetta var bara, þú veist, lélegu Google Pissbrandar. Ég maður, þú veist, það er ekki metnaður lagður í þá. Nei. En já. Þeir voru ekki meltir nógu mikið hérna. Nei, þú veist, þetta er svona Google Pissbrandar. Bara svona hálf-melt. Það var bara kastað í okkur. Þetta er jórtröðmynd. Þetta er jórtröðmynd. Svo, ekki fara á. Eigum að fara í einhvern? Já. Já. Hver vil byrja? Ég skal byrja. Málið var að ég var lengi að hugsa þetta út af því að það er alveg góð atriði í myndinu og það er góð mynd, þetta er gott konsept, þetta er svona high concept, það er alveg svona konseptið fyrir myndina sem að dreifum hann að myndinni frekar en leikararnir og jú kannski Christopher Columbus sem að leikstýrir. En það sem að svona, það eru hassaratriðin, það eru öll atriðin þar sem Adam Sandler er ekki á skjánum og er ekki að segja neitt. Þau eru alveg skári. Þau eru væg og góð, maður missir ekki eins mikið af heilasellum við það að horfa á það heldur en þegar hann er bibidi-babidi-fófidi. En sko ég var á mörkunum að gefa hann svona 2,5 til 3 upp að hlið í myndinni en eftir hlið þá ákvæði þessi mynd á ekkert betra skil en 2 stjörnur. Þannig að það er eina sem ég get sagt, ekki horfa á myndina. Emil, vil þú? Horfa á trailer nr. 2, ekki horfa á myndina. Horfa á trailer nr. 2. Já, hérna, ok, ég ætla að gefa henni 2,5 og það er hún var svona 50% slæm, 50% góð, fannst mér. Þetta var svona 50-50, þú veist. Og það aðsvættin var mjög skemmtileg og þú veist, það var svona nokkur tímapunktar sem, þú veist, maður var mjög spennt og maður, þú veist, var alveg bara, þú veist, einhvern veginn bara fastuð sæti og var bara, þú veist, bara involved, þú veist, maður gæti ekki annað sagt, þú veist, maður gæti ekki sagt það sama atriðin þar sem, þú veist, Adam Sandler var, þú veist, basically, bara djúpt án í miðlífskrísu, en hérna, já, þú veist, aðsættin var vel ekki og hérna, ég var að minnast á það, en þátturinn er basically, þú veist, ég vil ekki segja rip-off, en hún er nákvæmlega eins og einn Futurama þáttur sem geimverur ráðast á jörðina í formi töluleikja persóna og fræta að berga heiminum út af því, þú veist, hann er eina mannveran í framtíðinu sem, þú veist, kunni að, þú veist, sem kann á þessa leiki. Samantalið með þessa mynd, nema hún gerist eiginlega í nútímanum. Já, ég bara, þú veist,
eini leikar sem fannst svona gaman að horfa á var Peter Dinklage út af því Út af þetta er Peter Dinklage út af þetta hann, þú veist, ég meina hann hluti að skemmt sig við að, þú veist, gera þessa mynd, maður sá það allan Adam Sandler skemmti sig engan veginn við að gera þessa mynd og þú veist, já Hann var með eina tilfinningu út af alla mynduna, það var hlutleysi. Þú veist, bara vonleysi. Já. Og þú veist, þetta er svona svipurinn sem, þú veist, maður hefur á sig þegar maður bara býð eftir tjekkanum sínum, einhvern veginn. Þú veist, frá sínu eigin fyrirtæki. Já. Knútur. Já, þessi mynd það vitlaus sko að hann eftir seinni partin á myndinni þegar ég var að horfa hana, þá var ég ekkert að fylgjast með, ég var svona hálfpartin að fylgjast með en samt ekki af því að það var ekki þess virði að fylgjast með þannig að ég var bara að hugsa með mér hvað þyrfti ég að fá mikið borga til að fara aftur á þessa mynd ég var svona í alvörinu að pæli, ég var svona 1.000 kall, 2.000 kall, nei það er alltaf lítið ég held svona 4.000 kall ef ég fengi borgaðan 4.000 kall eða meira þá myndi ég sennilega fara aftur á þessa mynd nei, ekki ef ég fengi minna, nei það er ekki þess virði, fyrir mig allavega 2 klukkutíma æfinni Já, út af því, mér leið ekki vel, mér langaði að fara út sko, en að því að gera þetta fyrir ykkur eða þú veist, þannig að því öllum er sama með okkur en hérna, Heimir, bara til að útskýra svona hvernig þessi mynd í lokin þá var Heimir komin hingað svona var hér og mér langaði líka verið þannig Þetta er eina skiptið sem ég óskaði þess að tilfinningalaus bara eina skiptið sem ég óskaði þess að þú veist, bara sætið mitt hefði gleypt mig bara, Já og ég hefði bara horfið úr raunveruleikanum en já Ok, einhvern Jesus Þetta er frjáls land, ég ætla að gefa henni eina stjörnu Ég ætla að gefa henni eina stjörnu af því að mér fannst þetta bara alveg skelfilegt Þú ert svo gjafmildur Já, ég veit það, ég er mjög gjafmildur Guð Jólastuðið bara Af því að, sko, til að mér finnst gaman að horfa á mynd þá þarf hann allavega að vera velskrifuð eða, og ef ekki velskrifuð þá allavega vel leikinn allavega myndskotin þurfa að vera áhugaverð eða svona flott eða skemmtilega Þessi mynd hafði næstum ekkert af þessu kannski myndskotin sum Þú veist, tæknibrellina voru alveg svona skemmtilegar, ég meina ok, það var svolítið gaman að sjá, þú veist, Donkey Kong pixlaðan og þú veist, einhvern strump pixlaðan og já, fínt að sjá þetta, en ég meina, þetta var bara svo illa notað og bara engin tilgangur í því einhvern veginn. Þannig að 1 stjarna frá mér og ekki fara á þessa mynd, please. Já. Bara ef þið viljið horfa mynd tölvuleiki, horfið bara Wreck-It Ralph. Já, eða þú veist, Scott Pilgrim vs. The World, hún þú veist. Það er mikil nostalgíu, svona... King of Kong eða bara, þú veist... Allt annað en þetta, bara... Mælið sterklega með King of Kong, það er mjög... Eða þú veist, ég hef líka að þú heimildamönd sé líka dálítið feikuð, en ég En málið er það sem að... Ég var líka pínu vonsvikinn og áttaði mig á svona... Þegar myndin var búin með svona 1/3 og er að nálgast þennan annan þriðjung í myndinni, það er hvað þessi mynd er mjög mikið undir áhrifum frá Michael Bay. Það er svona, það er mjög mikið af myndskotum sem að í rauninni, það er mjög mikið hreyfing í hverju myndskoti án þess að hreyfingin tákna eitthvað sérstætt og það er endalaus klipping og það er meira einblínt á í rauninni ógnina heldur en persónurnar sjálfar sko. Já. Og þetta er bara... Þetta er kvikmynd? Game over man, game over. Game over. Þetta er kvikmynd? Nei, þetta er ekki kvikmynd. Þetta er sori. Já. Pixlaður sori. Já. Tölvugerður kúkur! Hei, þetta er bókstaflegur tölvugerður kúkur. Já, það er rétt. Þetta er bókstaflega tölvugerður kúkur, þannig að... Við höfum lent á botninum, gott fólk. Komin heilan hring. Sérstaklega guli bakgrunnur fyrir aftan okkur núna, ef hann er gulur þar að segja á stórum skjá, er meira áhugaverður heldur en þessi mynd. Já. Þannig að... Góð lýsing. Já. Þetta er fallegt. Við erum með betri lýsingu en þessi mynd. Já. Það segja svolítið mikið. Bíóbílinn er með betri lýsingu heldur en Sony mynd, þú veist, gefið frá Columbia Pictures og hérna upp í Ég held að mikilvæg spurningi sé, er þetta verið mynd en The Other Woman? Ég velti þessu fyrir mér áðan, ég gerði það. Ég myndi frekar horfa á The Other Woman. Ég er sammála. Mér fannst þessi verri heldur en The Other Woman. Þetta er ótrúlegt. Is this real life? Is this fantasy? Er þetta að gerast? Já, þetta er að gerast. Þetta er bara, ég get ekki valið, svona andjóks. Mér finnst þessi verri, ég ætla bara, það var ótrúlegt sé, það var bara... þessi er verri, ég stendur þessi, ég segi fyrir minn smekk, þessi er verri. Þessi mynd hefur samt ákveðna kosti í rauninni, það er að segja, það er ákveðna atriði sem eru skemmtilega heldur en í The Other Woman, en bara upp á heildina að þá er þessi mynd verri en The Other Woman. Hún er
maður gæti sagt að, þú veist, hún líti meira niður á konur heldur en the other woman. Og það eru stór orð. Já, Frá án jokes. Já. Þetta er bara... Já, breyti. Herru, þá hérna þakka ekki kærlega fyrir það að horfa á þennan bíóbíl. Eftir nokkra mánaðar hlé, ég veit ekki hvað... Já, þetta er 16. þátturinn, ég veit ekki alveg hvað við munum horfa á í 17. þættinum. Mission Impossible, eða... Já, Mission Impossible, eða kannski Fantastic Four, ég veit Já, það það ekki. getur líka verið fyrir maður hana. Ég held að það er svolítið forréttnilegt að vita það, hérna, hvort hún verið góð eða slæm eða hvað. More shit coming your way. Já. Svo, já. Sem þetta gott í bili. Já, bara... Bara ekki... Bless í Bara- bili. Já. Ekki frásmynd. Bara please. Ekki frásmynd. Ég bara... We died for your sins.